Friður sé með yður. Í dag eru helgastundir helgaðar friði og því fer vel á að byrja á friðarkveðjunni sem á sér djúpar rætur í kristinni hefð. En þetta tákn hér getur verið sigurtákn en frá dögum Víetnamstríðsins hefur það unnið sér sess sem friðartákn og hefur haldist þannig síðan. Jimi Hendrix komst ágætlega orði þegar hann sagði: þegar vald ástarinnar sigrar ástina á valdinu, þá loksins veit heimurinn hvað friður er. Og við getum öll verið sammála um það að stríð og friður eru andstæður. En er þá ekki bara friður skortur á stríði? Heldur það? Friður er ekki skortur á stríði, ekki frekar en að heilbrigði er skortur á veikindum. Þegar við erum heilsu og okkur líður vel, líkamlega og andlega, þá eigum við góð samskipti við aðra. Heilbrigði er auðlind og friður er auðlind. Já, mikið rétt. En áður við höldum áfram að fjalla um frið, skulum við signa okkur og biðja saman. Við segjum nafn Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Góði Guð, við þörfnumst friðar þíns til að stilla strengi hjarta og anda. Minnt okkur á að elska aðra eins og þú elskar okkur. Umvefðu okkur krafti þínum og kærleika. Í Jesú nafni. Amen. Og nú ætlar Kristín Birna Óðinsdóttir að syngja fyrir okkur og með okkur sálminn fallega Eigi stjörnum ofar, en hann fjallar nálægð Guðs. Og þar segir meðal annars: nær en blærinn blómið, barn á mínum armi, ást í eigin barmi, ertu hjá mér Guð. Heyrum heilagt orð.
Ég les úr Jobsbók. Náðu sáttum við Guð og lifðu í friði. Þá hlýturðu velgengni. Þigðu ráð úr munni hans. Legðu þér orð hans á hjarta. Ég les úr Rómverjabréfinu. Hafið frið við alla menn af því leyti sem það er unnt og á ykkar valdi. Jesús segir, þetta hef ég talað við yður svo að þér eigið frið í mér. Í heiminum hafið þér þrenging, en verið hughraust, ég hef sigrað heiminn. Þannig hljóðar hið heilaga orð og sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Hér erum við stödd í kjallaranum á Lindakirkju og ef þið þekkið Stubba sem að mæta stundum í sunnudagaskólan, þá kannast þið örugglega við sig hér í kjallaranum því að þættirnir Hafdís og Klemma voru teknir upp hérna. Og hér eru Hafdís og Klemmi við mynd af örkinni Nóa. Já, og talandi örkinni Nóa, hér er ég einmitt við mjög skrautlega mynd af henni sem er úr þáttunum og í höndunum á mig held ég á þessari fallegu hvítu dúfu sem er af trommaragerð. En hvítu dúfa er friðartákn og oftar en ekki þegar við sjáum mynd af hvítri dúfu með ólífu við í gogginum þá er það einmitt tákn frið. Og það er sótt í söguna örkina. Þegar flóðinu var að linna þá var 3 fuglum sleppt út og 2 þeirra komu tilbaka með ekkert í gogginum en sá 3. dúfa var með ólífu við í gogginum. Og þá vissi Nói að land var skammt undan. Hér er ég með annað friðartákn, en þegar að kjarnorkusprengjunni var varpað á Hiroshima 7. ágúst 1945 var lítil stúlka, Sadako Sasaki, einungis 2 ára gömul. Geislunin sem fylgdi sprengjunni var til þess að hún fékk hvítblæði og var lögð inn á sjúkrahús. Og á sjúkrahúsinu heyrði hún þjóðsöguna af því að sá sem gæti búið til 1000 svona fugla, eða trönur eins og þau kalla, origami trönur, sá sem gæti búið þær til, fengi allar sínar óskir uppfylltar. Og hún fór í það að búa til 1000 trönur. Og þegar hún lést einungis 12 ára gömul, að síðan þá hefur origami tranan verið friðartákn. Og í Japan og Bandaríkjunum eru sérstakir friðargarðar þar sem það er stytta af Sadako og fólk kemur þangað með svona trönur, leggur í kringum styttuna til að minna sig á gildi friðar. En þá er komið að tónlistaratriði. Gunnar Böðvarsson hefur komið mikið við sögu í safnaðarstarfi Lindakirkju en á sínum tíma orti hann textann við uppáhalds sálm margra í skugga vængja þinna. Gjörðu svo vel, Gunnar. Takk fyrir það. Nú flyt ég við sálm sem ég þýddi fyrir mörgum árum og það er stöðst við sálm 91 úr Biblíunni, Davíð sálmur, og þetta er sálmur sem er mörgum hugleikinn og ég tala nú ekki á þessum dögum sem við lifum núna sem er svona faraldurinn og allt það sem við honum kemur. En þetta er huggunarsálmur og sálmur með mörgum góðum fyrirheitum og ég veit að það eru fullt af fólki sem þykir mig vænt um þennan sálm og leita í hann og ég þekki meira að segja konu sem að lesa hann 7 sinnum á dag og notar hann sem undirstöðu fyrir sitt bænalíf. En sem ungum maður þá leið mér mjög illa og var friðlaus og mjög andlega leitandi. En að lokum þá eftir langa leit þá fann ég friðinn hjá Jesú og ég trú hann hafi bjargað hreinlega lífið mín og ég vil bara í þakklæti til hans fá að flytja þennan sálm með félögum mínum. Og þetta má kalla þennan sálm ástarbréf Guðs til þín. Gerðu svo vel. Ég vil dvelja í skugga vængja þinna, ég vil þykja þann frið færir þú. Nóttin kemur en ég mun ekki hræðast ef ég dvel í skugga vængja þinn.
í skugga, í skugga, í skugga vængja þinna, í skugga, í skugga, í skugga vængja þinn. Undir vængjum hans má ég hælis leita, trúfesti hans skjöldur minn. Örvar fljúga en ég mun ekki hræðast ef ég dvel í skugga vængja þinn. Í skugga, í skugga, í skugga vængja þinna, í skugga, í skugga, í skugga vængja þinn. Í skugga, í skugga, í skugga vængja þinna, í skugga, í skugga, í skugga vængja þinn. Ég vil þiggja þann frið er færir þú, söng Gunnar. En hvað er friður? Er það ekki bara að vera laus við áreiti og bögg, SMS, tölvupósta og hafa það bara næs og slappa af? Nei, það er ekki friður. Það er frí. En hvað er það þá sem skapar auðlindina frið? Þegar Biblían talar um frið, þá er það oftast byggt á hebreska orðinu shalom. Og shalom merkir ekki bara frið, heldur hagsæld, hamingju og rétt samhengi. Og rétt samhengi eða rétt ástand Austurstrætis til að mynda er isolæti, fólk á hlaupum í innkaupum, fólk að tala og svo framvegis, en ekki mannauðn og þögn eins og nú ríkir. Og þetta passar við það sem við höfum upplifað undanfarið. Eins og til dæmis þegar við horfum út gluggann heima hjá okkur. Þá er allt með friði og spekt og tannhjól tilverunar snúast hægar en áður. En einmitt það getur valdið sumum innri óróa, kvíða og taugastríði. Og hvað gerum við þá? Það er gott að muna að ef við viljum skapa frið, þá er best að byrja á sjálfum sér. Friður er innra starf. Það er mikilvægt að deila áhyggjum sínum og kvíða með öðrum og muna að Guð er alltaf tilbúinn til að hlusta. Eins og segir í Nýja testamentinu, varpið áhyggjum ykkar á Guð, því Guð ber umhyggju fyrir ykkur. Leitum því til Guðs með það sem hvílir á okkur. Það hjálpar. Og jafnframt þetta, verum ekki hugsjúkum neitt, heldur gerum í öllum hlutum óskir okkar, kunnar Guði með bæn og beiðni og þakkargjörð. Já, við höfum alltaf fyrir eitthvað að þakka og þá mun friður Guðs, sem er æðri öllum skilningi, varðveita hjörtu okkar og hugsanir í Jesú Kristi. Amen. Hvílíkur friður er Guð gefur yfir hverjum einum sem til hans biður. Hann gefur til von, honum má treysta, þú vinur minn veista. Frelsarinn er lífið og sannleikurinn. Hvílíkur friður
gefur yður. Hverjum einum sem til hans biður, hann gefur þér von, honum má treysta. Þú vinur minn veist það, frelsarinn er lífið og sannleikurinn. Það munu koma tímar við sorgin sækir heim, og sálu hjálp virðist ekki að fá. Bíddu á, hér er svarið, hrópa til hans, hann tekur þig að sér. Trúðu mér, hugun og lækning hjá honum en fá. Þvílíkur friður, Guð gefur yður. Hverjum einum sem til hans biður, hann gefur þér von, honum má treysta. Þú vinur minn veist það, frelsarinn er lífið og sannleikurinn. Frelsarinn er lífið og sannleikurinn. Jesus hann er lífið og sannleikurinn. Nú ætlar ungt fólk í safnaðarstarfinu að sjá bænastundina. Góði Guð, blessaðu heiminn og hjálpa okkur að elska alla eins og þú elskar okkur. Hjálpaðu þeim sem líður illa til að leita til þín. Gefðu okkur stilltan hug og opin augu til að við sjáum tilganginn sem þú gefur og þann friðarveg sem við eigum að ganga. Þakka þér fyrir friðinn sem þú gefur, sem er stærri og meiri en við getum skilið. Við skulum enda bænastundina á því að biðja saman friðarbæn Frans frá Assisi. Drottinn, ger þú mig að farvegi friðar þíns, svo að ég færi kærleika þangað sem hatur er, fyrirgefningu þangað sem móðgun er, einingu þangað sem sundrung er, trú þangað sem efi er og von þangað sem örvænting er, gleði þangað sem harmur er, ljós þangað sem skuggi er. Veit þú, Drottinn, að ég sækist fremur eftir að hugga en láta huggast, skilja en njóta skilnings, elska en vera elskaður, því að okkur gefst ef við gefum. Við finnum sjálf okkur ef við gleymum okkur sjálfum. Okkur fyrirgefst ef við fyrirgefum og fyrir dauðan fæðumst við til eilífs lífs. Amen. Þá er komið að kvöldsálminum og vefmi vængjum þínum. Við þökkum ykkur fyrir að horfa á helgar stundir og hvetjum ykkur til að taka undir sönginn heima. Guð blessi ykkur öll. Sing